Komiði blessuð og sæl börnin góð. Nú enn ein ævintýraplatan byrjuð að snúast, en í þetta sinn höldum við okkur heima á okkar fallega Íslandi. Ísland hefur í gegnum aldirnar verið land trölla, álfa, huldufólks og annara fyrirbæra. Ævintýrið okkar gerist á Snæfellsjökli á Snæfellsnesi, en sá jökull fyrir löngu orðinn víðfrægur og það langt út fyrir landsteinana. Þar gerist margt dularfullt og eigið þið eftir að kynnast því í þessu ævintýri. Einu sinni var maður sem kallaði var Valli á ferð við rætur jökulsins og var hundurinn hans með honum. Ég ætla að tylla mér aðeins, Kobbi minn. Ég orðinn þreyttur á þessari göngu. Nú ætla ég að taka upp munnhörpuna og spila uppáhaldslagið okkar og nú verður þú að syngja með, Kobbi minn, án þess að fara út á laginu. Já, fínt hjá þér, Kobbi minn. Hvað að þér? Ykkur bak við steini, Kobbi minn? Ha? Hvað bak við stein? Ég var að skoða það. Fóturinn minn, ég finn svo til í fætinum. Kóngurinn hefur meitt sig í fætinum. Hverjir eru þið, litlu menn? Og hvað eru þið að gera bak við stein? Við erum snæálfar og eigum heima í Snæfellsjökli. Snæálfar, já, og eigið heima í Snæfellsjökli. En hver þú með þetta skrýtna á höfðinu? Ég konungur snæálfanna og við erum á flótta undan snæpúkunum. Þeir að reyna að ná galdraprikinu mínu fyrir jökulnornina svo að hún geti náð yfirráðum yfir jöklinum með því. Já, þú segir nokkuð. Hvað gerir þetta galdraprik? Það gerir okkur ósýnilega fyrir snæpúkunum og jökulnorninni, en aðeins á nóttinni á meðan við sofum, frá því klukkan 6 á morgnana verðum að vera sífellt á verði til klukkan 12 á miðnætti. En þá getum við sofnað rólegir og sofið í 6 tíma. Ekki það nú mikill svefn, drengi mínir. En segið mér eitt, jökulnornin og púkarnir hennar, eru þau nokkuð grimm? Þau að verða búin að éta alla snæálfana á jöklinum. Hvað segirðu, maður? Eru þið svona grimm? Við erum alltaf á stöðugum flótta. Já, það nú ekki skrítið, vinur minn. Ef ég væri í ykkar sporum, þá myndi ég nú heldur betur taka til fótanna. Ég hræddur að ég verði étin næst. Ég hef snúið mig svo illa að þeir ljótaði ná mig fyrst. Þeir verða þá að fara fyrst í okkur, herra konungur. Það nú ekki hægt að dásta því, drengi mínir, hvað þið eru hugrakir. Ég skal hjálpa ykkur ef ég get bara með einhverju móti. Við þakkum þér fyrir, vinur, og ég vil aðvara þig af því að þú ert svona góður við okkur snæálfana. Galdraprikinu fylgir önnur náttúra en að gera okkur ósýnilega 6 tíma næturinnar. Ef venjulegur maður nálægt því, í 5 mínútur þá verður hann eins lítill og við, svo þú ætti nú að forða þér, vinur. Hvað ertu að segja? Hvað hafið verið lengi hérna? Forðaðu þér nú, góði maður, á meðan þú getur. Já, forðaðu þér. Já, það nú bara of seint að segja það núna, vinur minn. Ég komin í kompaníið. Hann Kobbi, hann minkar ekki neitt. Nei, hann minkar ekki neitt. Já, ég segi nú bara alveg eins og Ég hefði frekar viljað hjálpa ykkur áðan því ég var stór heldur en núna. Ég var skítræddur áðan, hvað haldið þá að ég sé núna? Snæpúkarnir að koma. Við skulum flýta okkur á baki á hann Kobba. Komið á baki á Kobba, já. Nú snæpúkarnir okkur elta, ekki ætla þeir að svelta. Áfram Kobbi,
Já, krakka mínir, svona var nú komið fyrir honum vini okkar. Hann var nú orðinn pínu lítill og kominn inn í Snæfellsjökul með snæálfum á flótta undan snæpúkum jökulnornarinnar. Við skulum nú bregða okkur í jökulhellinn, en í honum búa snæpúkar og jökulnornin. Snæálfarnir sluppu undan okkur. Sluppu undan okkur. Já. Sluppuður, eru þið algjörir eimingjar eða hvað er ekki takt að kenna ykkur? Kötturinn! Þarftu alltaf að vera fyrir fótunum á mig, köttur? Sko, Snæálfarnir, þeir hittu mennskan mann þarna á jöklinu, þeir runnu niður jökulinn. Mennskan mann! Já, hann minnkaði og var hans lítill og Snæálfarnir. En hundurinn minnkaði ekki og komust þeir undan á bakinu á honum. Já, það er alveg satt. Já, það er alveg satt. Þið standið saman í eimingjaskapnum, það er ekki hægt að segja annað. En það er annað sem við gerum núna. Af því að þið eru þessir eimingjar, þá er best að ég fari með ykkur í smá leiðangur. Einn njósnari minn hefur fundið hvar drottning Snæálfanna og hyski hennar heldur sig. Og nú rænum við drottningunni, þá hlýtur kóngurinn að láta sjá sig. Það verður líka stutt í það að ég nái galdraprikinu núna. Reynið að koma ykkur úr sporunum eins og skot. Áfram púkar, áfram nú göngum, í álfabrott tekst mér að ná. Já, hér dugar ekki að halda ykkur svöngum og hundakjöt að verð ég strax að fá. Já, áfram púkar, ekki neitt að slóra. Áfram öll sem eitt. Því álfa drottningin hún bíður og okkur veit eigin neitt. Já, áfram púkar, áfram nú göngum öll, nú syngjum við í kór. Læðumst eftir leynist í þröngur þá leið sem að njósnarinn fór. Drottninguna drögum burt, dátum sínum frá. Þá konungurinn ætti brátt að koma, í konu sína að ná. Já, áfram púkar, áfram nú göngum, í álfabrott tekst mér nú að ná. Hér dugar ekki að halda ykkur svöngum og hundakjötið verð ég strax að fá. Og já, áfram púkar og ekki neitt að slóra. Áfram öll sem eitt. Álfa drottningin hún bíður og oss veit ein neitt. Já, álfa drottningin hún bíður sko og oss veit ein neitt. Nornin bíður nú þangað til drottningin er gengin til náða, en þá skipar hún 6 snæpúkum að fara og yfirbuga verðina. Þegar verðirnir hafa svo verið yfirbugaðir, læða snæpúkarnir að rúmi konungsdóttur og ræna henni eftir að hafa bundið fyrir munn hennar. Aumingja drottningin er svo syfjuð að hún tekur ekki eftir neinu. Snæpúkarnir halda síðan á fund jökulnornarinnar sem bíður þeirra með nornabros á vör. Jökulnornin og snæpúkarnir hlaupa nú eins og fætur toga með konungsdótturina í áttina að jökulhelli. Við skulum nú kíkja aðeins til Snækonungsins og vina hans og athuga hvað þeir eru að gera. Klukkan er orðin rúmlega 6 að morgni og þeir hljóta vera vaknaðir. Jæja, drengir, þið eru búnir að hrjóta í alla nótt. Hvað gerum við nú? Við höldum til aðalbækistöðarinnar. Það er ekki svo langt þangað og ég fengi slæmt hugboð að ekki sé allt með feldu. Félagarnir halda nú af stað til bækistöðvarinnar og sjá strax að ekki er allt eins og það á að vera. Jökulnornin er búin að ræna kóngsdótturinni. Ó, hvað ég fegin að þú er komin. Jökulnornin er búin að ræna dóttur okkar. Hvað segir þú? Alveg fann ég það á mér að eitthvað skelfilegt hefði komið fyrir. Nú er ég hræddur að allt sé búið. Jökulnornin er nú endanlega búin að sigra okkur. Ó nei! Það hlaut að koma þessu fyrr en seinna. Þetta var bara spurning tíma. Í ótal mörg ár höfum við verið á stanslausu flótta undan henni og hyski hennar, svo að nú þekkjum alla bestu felustöðuna enda fór sem fór. Já, en herra kongur, hlustaðu nú vel á hvað ég hef að segja. Þegar klukkan var 12 í gærkveldi, ætlaði ég að sjá þegar að þið eruð ósýnilegir. Ég stillti mína klukku á ykkar tíma til að vera öruggur, en viti menn, ég sá ykkur allan tíman.
Þið sofnuð á mínútinni 12 en urðuð ekki ósynlegir. Galdraprikið lá meira að segja á glámbekk, svo að ég tók það og geymdi það í alla nótt án þess að sofna. Ef ég heyri rétt, vinur minn, þá ert þú maðurinn sem getur bjargað dóttur minni og okkur Snæólfum frá glötun. Ég? Hvernig þá? Sjáðu nú til, þú sást okkur sofandi í alla nótt, er það ekki? Jú, það er alveg rétt. Taktu nú eftir, vinur minn, klukkan 12 í nótt urðu allir ósýnilegir, en málið er að þú varst ósýnilegu líka. Máttur galdraprinsins breytist ekki, en það hefur þau áhrif á þig að þú virðist geta vakað þó að þú sért ósýnilegur, en við getum það ekki. Þú meinar að ég eigi að fara inn í jökulhellin eftir klukkan 12 í kvöld? Já, kæri vinur, það er það sem ég meina, en segðu mér eitt, breyttist hundurinn hann Kobbi nokkuð? Nei, hann virðist ekki verða fyrir neinum áhrifum frá galdraprikinu. Ég veit það af því að hann var mikið óskýrari en þið og ég furðaði mig einmitt á því, en þá er sú skýring fundin. Já, það er nú ekki gott. Hann bjargaði okkur á flóttanum blessaði vinurinn og verður það seint full þakkað, en nú er hann okkur hættulegur á þann hátt að hann getur komið upp hvar við erum á nóttinni. Já, það er nú ekki nógu gott, en við finnum eitthvað út úr því. Hann á kannski eftir að bjarga okkur aftur á flótta, en ég get ekki haft hann með mér í kvöld. Það væri of hættulegt. Komdu nú inn úr rigningunni, kóngur. Við skulum ekki standa út í rigningunni. Vinur okkar hefur varla sleppt síðasta orðinu þegar hundurinn Kobbi, sem hefur komið auga á stóra ísflögu, byrjar að urra. Kobbi, ert það þú? Já, nú er ég hissa. Galdraprikið hefur þá líka haft áhrif á Kobba, en aðeins á röddinu svo má segja. Ég held að þetta væri mitt síðasta. Mér brá svo agalega. Já, galdraprikið hafði líka haft áhrif á Kobbagreið, en hann leit of meinleysislega út til að gefa þessi óhljóð frá sér, svo ekki var hægt í fljótu bragð að sjá að þetta gæti orðið Snæálfunum og vinum þeirra að gagni í baráttunni við jökulnornina og hennar hyski. Vinir okkar reyndu nú að drepa tíman fram til kvölds. Klukkan 11 kvöldið steig Valli vinur okkar og Snæálfana á bak Snæálfa hesti, einum af þeim fáu sem eftir lifði á jöklinum, og jökulnornin hafði ekki læst klónum í og reið nú í áttina að jökulhelli. Á hvítum næsta jökulhelli ég fer og hjartað hamast hratt í brjósti mér, því ég er hræddur, því jökulnornin býr víst þar. Ég reyni þó að herðu buga minn, þó hjartað hamist eins og hesturinn, því ég er hræddur og hjartað vill í buxurnar. Því jökulnornin hún er ill og góð og álfasteikin henni finnst svo góð. Þar litla prinsessan í haldi er, ég verð því undir eins að flýta mér. Ég stægi klárin og hann eigur verð, upplýsa hárin eins og brugðisverð. Því jökulnornin, hún er norna verstu gerð. Á hvítum næsta jökulhelli ég fer og hjartað hamast hratt í brjósti mér, ég nálgast óðum, bráðum ég stöðva klárinn minn. Nú hugan upp ég verð að herða strax, ég dugar ekki að brána eins og vax, þó ég sé hræddur, er mér að hlaupa kappikinn. Í hófum hestsins heyrist ótt og dýrt, þeir hjarni bankað þeir
Uss. Nú ætla ég að fara inn í hellinn og ná í litlu prinsessuna. Svo þegar að ég kem hlaupandi með hana í fanginu, þá átt þú að bíða fyrir utan og vera viðbúinn að hlaupa. Leið og við erum komin á bak, þá tekur þú til fótanna Gráni minn. En þú mátt ekki fara á undan okkur, af því að þá verðum við að kjötsúpu í hádeginu á morgun, ég og litla prinsessan. Og láttu nú ekki bera mikið á þér, Gráni minn. Bless á meðan, Gráni minn. Já, bless á meðan. Og láttu nú ekki jökulnornina ná í rassin á þér. Er hann ekki farinn að rigna honi allt saman? Jæja, það er best að læðast inn í jökulhellinn. Ég vildi þó standa frekar út í rigningunni heldur en fara inn í hellinn. En það þýðir ekkert annað en bíta bara á þessu jasli sem eftir eru. Og nú er ég fann að finna fyrir hræðslunni. Ég heyri þeirra hjarta slær. Ég hef aldrei heyrt að slá svona áður. Nú er ég sko hræddur. Hvað er þarna? Þetta hljóta að vera snæbúkar. Og þarna er nornin. Sú er ljót. Það er ekkert skrítið að hún eigi engan kall. En ég er bara ekki hræddur núna. Þó hún sé svona agalega ljót. Ég nefnilega er ósýnilegur. Ég var búinn að gleyma því áðan. Nú ætla ég að labba kerlingunni og glenna mig framan í hana. Jökulnorn. Ég glenni mig framan í þig. Hver ert þú? Hver ertu? Er ég ekki ósýnilegur? Nei. Mamma! Hún er ekki hér. Heyrðu, þetta er maðurinn. Grípið manninn. Já, það er ósýnilegur. Já, við grípum hann. Hvað er galdrabryggið? Af hverju þurfti ég að lenda fyrir þessu? Mamma! Hún er ekki hér. Mamma! Hann er móðursjúkur. Takið manninn fastan og farið með hann inn til Kóksdóttur. Þau geta verið þar saman í nótt og hugga hvort annað. Já. Svo vil ég ykkur fari út fyrir og athugi hvort það séu fleiri vitleysingar en fyrir utan. Ég kæri mig ekki svona heimsókn aftur nema vera viðbúin. Mér dauðbrá. Já, og svo er eitt enn. Í hádeginu á morgun þá býð ég öllum til veislu. Krakkar mínir, nú er nóg að borða. Heyrðu, Já. Hvar er hundurinn? Ég var að koma utan. Já. Já. Það eina sem ég sá fyrir utan, Já. það var hvítur hestur. Já. Og þegar hann sá mig, þá prumpaði hann og tók út í fótana. Þið eru algjöru dónar. Farið nú með manninn og látið hann inn hjá Kóksdótturinni. Já, komdu með okkur. Já, það var gott hjá honum Grána að hlaupa í burtu kerlinganorn. Já, það var sko gott. Ég get látið vita það að ég hef enga list á að borða svona prumphest. Já, komdu hérna með okkur. Já, hvað er þetta? Ég er á leiðinni, sérðu það ekki, maður? Já, svona áfram, ég tek þig í nefið og þú kemur ekki, já. Er ég ekki á leiðinni, já? Já, svona. Hvaða grátur er þetta? Eru þið búin að vera að pína litlu stelpuna? Pína Þið eru það. ljótir. Þið eru ljótir púkar. Já, drengur. Já. Já, Ykkur inn með ættir þig að bara. hefnast fyrir þetta. Já, svona Það inn skal með ég sko þig. örugglega lofa ykkur. Í fangelsi með hann. Ekki gráta, vina mín. Ég er komin til að hjálpa þér. Ykkur veitir ekki að hugga hvort annað í nótt. Ég verði étin á morgun. Það skaltu passa það vel, kettling, að ég standi ekki í þér. Ég er komin til að hjálpa þér. Hætt að gráta, vinan, og hlustaðu vel á hvað ég segi. Ekki gráta, litla vina kær. Ekki gráta, ég er þér nú nær. Við bæði sleppum héðan burt, við bæði sleppum brátt. Bíðum róleg vina mín og höfum mig hátt. Vertu róleg litla stúlkan mín.
sjálfsagt, grimm og köld. Hvaða háað þetta eiginlega? Héðan við sleppum brátt. Vörður! Höfum þó ekki hátt. Vörður! Hér hafa allir veggir eyru. Já, hvaða háað þetta eiginlega? Hvað, er ekki allt í lagi með þú hann inni? Ég bara hef... Já, ég heyrði eitthvað sem ég hélt að ekki nú ekki vera. Já, allt vel næst? Ég sofnaði bara alveg óvart. Sofnaði bara óvart, vinur. Jæja. Ef þú gerir það aftur, þá getur þið á morgun og hinn. Skilur það? Já, þú skilur það. Já, þú skilur það. Leif mér að slá aðeins í hausinn að þér. Alveg galtómur. Þú skilur ekki neitt, skilur það? Já. Og ef þú skilur ekki að það sem ég sagði við þig, þá lét ég þig. Já, ég skal reyna að gera það. Héðan við sleppum brátt. Höfum þó ekki hátt, gæti heyrt. Hér hafa allir veggir eyru, vinna mín. Vertu róleg, litla vinna mín. Ég veit að þessi norn ekkert grín. Verum róleg enn sinn, ég þerra tára kinn. Og í nótt ég sýna mun þér galdurinn minn. Allir álfar bíða eftir þér. En ég var sendur því þeir treystu mér. Bráðum hefur jökulnornin illa engin völd. Þó áfram verð hún sjálfsagt, grimm og köld. Ég er búin að vera svo hrædd síðan þeir rændu mér og hef ekkert getað sofað allan tíman og héðan sleppur enginn. Uss. Jú. Við sleppum bæði héðan, vinur minn. Ég skal lofa þér því. Nú skaltu barast að halla þér hérna brjóstin á mér og reyna að sofna og ég lofa þér því að í fyrramáli vaknar þú ekki hér inni. Við verðum sko komin út. Jökulnornin, hún fær ekki að éta hvorki mig eða þig. Hún getur bara haldið áfram að éta nefinn á sér mín vegna. Kóngsdóttir sofna nú í fanginu á vini okkar enda orðin syfjuð eftir alla þessa skelfilegu reynslu sem hún hefur mátt þola hjá jökulnorninni Grimmu. Jæja, nú er litla stúlkan sofnuð og ég er farin að finna fyrir breytingunni. Nú er ég farin að stækka. Það er út af því að galdrapriki hefur ekki áhrif á mig lengur. Jæja, nú ætti ég að fara að geta beygt rimlana. Það er best að prófa að taka aðeins á þeim. Já, það hafðist. Nú ættum við að geta komist út, ég og litla stúlkan. Nú er best að taka hann í fangið og reyna svo að komast hérna í gegn. Já, þetta hefst allt saman. Já, við erum komin í gegn. Jæja. Hvað er nú þetta? Eru fleiri fangar hérna heldur en við? Þetta vissi ég ekki. Þetta þarf ég að láta Snæálfana vita. Það eru fleiri fangar hérna, já. Það er ekkert annað. Nei, og þarna sefur fangavörðurinn. Það er best að banka laust í hausinn á honum, svo hann sofi fasta. Í sólum sumarinn. Það er kettlingin. Þú skal brýna vel. Nú er ég sko hræddur. Ég ætla að fara núna Hún er að brýna hnífinn sinn. og skera morgunmatinn meðan að hann á ekki von á mér. Hjartað í mér stoppaði. Hjartað í mér stoppaði. Þarna byrjaði það aftur, sem betur fyrr. Þú skal brýna og brýna vel. Þeir eiga ekki Nú von á leip ég sko í mér. burtu. Þá er að gera að læða staði. Hann er að hlaupa burtu. Ég er sloppin. Snæpúkar! Ég er sloppin! Snæpúkar! Vinur okkar hleypur nú sem fætur toga með Kóngsdóttur sofandi í fanginu en stefnir í vitlausa átt.
Þegar hann heldur sig sloppin frá snæpúkonum, finnur hann sér góðan svefstað, tekur inn kuldatöflu sem snæálfar gáfu honum til hann fyndi ekki til kulda á jöklinum, en síðan leggur hann sig út af og sofnar leið. Vinur okkar og Kóngsdóttir sofa nú bæði rótt, þangað til allt í einu. Ekki vera hrædd, vina mín, þetta bara hundurinn minn og með galdrapriki í kjaftinu. Kobbi, það ekki skrítið að ég sé orðin lítill aftur. Nú bíða vinur okkar í nokkrar mínútur en halda síðan af stað á bakinu á Kobba sem stekkur í loftköstum í áttina að Snæálfa bækistöðinni. Hann veit nákvæmlega í hvaða átt hann á að fara. En við skulum nú kíkja til Snæálfana og vita hvað þeir að gera. Nei, sjáu þið þarna kemur Kobbi með vin okkar og prinsessun á bakinu og galdrapriki í kjaftinu. Húrra! Hann hefur náð að pressa. Þetta var nú meira ævintýrið. En hérna litla prinsessa komin lifandi. Æ, mikið ég fegin að vera búin að fá þig aftur, vina mín. Ég hélt að ég fengi aldrei að sjá þig aftur. Æ, ég var svo hrædd hjá jökulnorninni. Komdu hérna til mömmu, vina mín. Þetta var nú meira ævintýri, maður. Ég týndi galdraprikinu þegar ég reið á hvíta hestinum í átt að jökulhelli. Jökulnornin, hún náði mér af því að ég var ekki ósýnilegur og læsti mig inni hjá litlu dóttur ykkar. Svo tókst okkur að komast í burtu og Kobbi fann okkur svo í morgun og þá var hann með galdrapriki í kjaftinum og ég orðin lítill aftur. Við eigum sér mikið að þakka vinu minn og honum Kobba líka. Eitt víst að Kobbi verður hjá okkur þó að það sé hættulegt og hann geti ekki orðið ósýnilegur eins og við. Nú verðum við öll að standa saman sem eitt. Já, en nú bara eitt, kóngsi minn. Ég verð að fara aftur í jökulhellin í kvöld. Af hverju? Sko, 2:00 í nótt heyrði ég veinað í jökulhelli. Það eru þar einhverjir fangar sem við verðum að hjálpa. Ég fer þangað í nótt og rota fangavörðinn, opna fangaklefana og hleypi föngunum út. Við hittum ykkur svo fyrir utan hellin. Jökulnornin trúir aldrei að við þorum svo mikið sem nálægt hellinum, hvað þá inn í hann. Svo okkur verður óhætt. Ég hefði reynt að hjálpa þeim í nótt ef ég hefði verið einn, en prinsessan var með svo að ég þorði það ekki. Hefur þú kjark til að fara inn í jökulhellin aftur? Ekki get ég nú sagt að kjarkurinn sé mikill, herra kóngur. En veinin sem ég heyrði í nótt voru svo hræðileg að ég verð að reyna að hjálpa þessu fólki. En þetta voru ekki hljóð í Snæálfu. Hverjir geta þetta þá verið? Ekki veit ég svari við því, vina mín. En farðu nú með litlu dóttur okkar og búðu hana. Hún þarf á meiri svefni að halda. Drottningi fer nú með litlu dóttur sína og býr hana á stórum Snæálfa sleða því Snæálfarnir verða nú að færa sig til á jöklinum einu sinni enn. Síðan sest drottningin niður við hlið dóttur sinnar og syngur hana í svefn. Og það á bát, því verður að
Drottningin hefur nú svæft dóttur sína sem var ennþá dauðþreytt eftir vistina hjá jökulnorninni. Hún leggur sig við hlið litlu dóttur sinnar og á svip hennar má sjá að hún ætlar ekki að láta ræna henni aftur. Snæálfarnir, Kobbi og Valli vinur okkar halda síðan af stað til að leita að öruggum stað til að fela sig á. Þegar þeir hafa fundið hann, halda þeir kyrru fyrir fram á kvöld, en þá leggja þeir að stað í áttina að Jökulhelli, Snæálfakóngur, nokkri Snæálfar, Valli vinur okkar og auðvitað Kobbi. Jæja, drengir, þá erum við nú komnir að Jökulhellinum. En klukkan er orðin 12. Af hverju eru þið ekki sofnaðir? Er klukkan mér vitlaus eða hvað? Ég bjóst við þessari spurningu. Ég gleymdi að segja þér það þegar ég hitti þig fyrst. Í gömlum álfabókum stendur skrifað að ef mennsku maður hjálpi Snæólfum að berjast á móti jökulnorninni og fari í þeim tilgangi oftar en einu sinni í Jökulhellin, þá geti Snæólfarnir vakað þó þeir verði ósýnilegir og hlustaðu nú. Galdrapriki verndar okkur þá 6 tímur lengur á sólarhring eða frá 12 á miðnætti til 12 á hádegi. Það er allt þér þakkað. Mikið er ég ánægður að heyra það, drengir mínir. Ég held á að stað. Bless. Bless. Jæja, þá legg ég í hann einu sinni enn. Æjæjæ, ég finn alltaf fyrir hræðslu þegar ég geng hér. Hvað? Þarna er jökulnornin. Hvað er hún að gera? Já, hún er að brytja niður kjöt. Ég vona að þetta sé hrossakjöt. Að þið séu lifandi en það fangar mig. Jæja, það er best að fara að hafa sig í háttinn. Þetta er nú að verða gott. Fínt hjá þér, jökulnorn. Snæálfa skal ég sko ná í á morgun. Það er á hreinu. Ég er orðin leið af þessu. Alltaf hrossakjöt og hrossakjöt og hrossakjöt. Jæja, það er best að fara að hafa sig þá í bólið. Ég er dauðþreytt. Jæja, nú fer ég hérna innar í hellin og leita að klefanum þar sem fangarnir eru. Þarna er fangavörðurinn. Já, fyrirgefðu fangavörður. Nú er ég að dangla aðeins í hausinn á þér. Þá er best að reyna að opna hurðina. Halló, ekki vera hrædd þó að þið sjáu mig ekki. Ég er komin til að hjálpa ykkur. Útskýringa verða að bíða þá til seinna. Hver er þú sem segist vera að frelsa okkur? Ég er bara venjulegur maður, eða var venjulegur maður. En ég hitti Snæálfana vini mína og minnkaði eftir þau kynni. En nú er ég ósýnilegur, þá til klukkan 6 í fyrramálið. Farið bara eftir því sem ég segi og þá verður allt í lagi. Allt í lagi, vinur minn. Við erum hérna ég, systur mín og 2 þjónum mínir. Við vorum í álögum en þú hefur losað okkur úr þeim. Við höfum því lífið að launa, vinur minn, hver sem þú ert. Ég er fegin að heyra það, en nú skulum við læðast hérna fram eftir hellinum og passa okkur á því að vekja ekki jökulnornina. Þið hefur komist undan jökulnorninni? Já, það er nú þessum ósýnilega vin okkar að þakka. En hver er þú sem talar og ert ósýnilegu líka? Þetta er konungur Snæálfana og vinur minn. Kobbi, komdu! Verið óhrædd við hundinn og elti hann nú strax. Við eltum líka og verðum komin á öruggastað fyrir varir. Vinir mínir, getið þið ekki gert mér einn stóran greiða áður en við leggjum á stað? Hver er hann, vinur minn? Ég er huldumaður og prins. Fyrir löngu síðan hitti ég jökulnornina í veislu sem faðir mig hélt. Þóttist hún vera kóngsdóttir og var hún svo ung og falleg að sjá að ég var strax ástfangin af henni. Þegar að líða tók á veisluna og farið var að skyggja, sagði hún við mig. Komdu með mér aðeins út fyrir vinnu minn. Það er svo fallegt að sjá þegar tunglið veður svona í skýjum. Það er nú hálf drungalegt, finnst mér, en við skulum samt ganga út. Gengur alltaf með töfrasprútan á þér? Já, ég sleppi aldrei sjónar á honum. Hann er öryggistækið okkar huldufólksins. Án hans getum við einst dáið drottni okkar. Má ég aðeins halda á honum, ástin mín? Ég hef aldrei látið hann í hendur ókunnugra, fagra kóngsdóttur. Það ætti ekki saka í smá stund, ástin mín. Ekki er ég neitt hættulega það? Nei, ekki er það að sjá. Það ætti að vera í lagi. Hérna er hann. Takk, mikið er hann fallegur. Grípið það, púkar! Nú hef ég náðið í töfrasprotan. Svona hefur hún þá farið með ykkur bölvuð jökulnornin. Já, það er sem ég segi, hún er snarvitlaus. Já, það segirðu satt, en það var ekki það versta. Systir mín grunaði hana græsku og læddist á eftir okkur með 2 fílelda þjóna.
en þau voru yfirbuguðu líka. Nornin fór síðan með okkur keflu upp í jökulhellinn og læsti okkur inn í klefanum. En henni hafði yfir sér steitt. Hún vissi ekki hvernig ætti að nota töfrasprotann. Þegar hún sá að henni hafði mistekist, reyndi hún að pína mig til þess að kenna sér á töfrasprotann. En ég gafst ekki upp og þá lagði hún á mig og systur mína og einnig þjónana 2 að við myndum ekki geta sofið á nóttunni frá 2 til 6 út af kvölum, ógurlegum kvölum, þar til einhver þeirrið að frelsa okkur. Þetta var sorgleg saga, vinur minn. En hvað eigum við að gera núna? Getur þú, vinur minn, farið aftur inn í hellinn og náði í töfrasprotann minn? Já, ég er nú orðinn svo vanur að fara inn í jökulhellinn að mér ætti nú ekki muna eitt skipti enn. En veistu nokkuð hvar hann er? Það veit ég ekki, vinur minn. Þó held ég að hann sé í rúmið hennar. Mér heyrðust nú segja einu sinni við Snæpúka: láttu töfrasprotann vera, hann á að vera undir koddanum. Allt í lagi, ég held að bara af stað. En viljið þið ekki halda af stað heimleiðis og ég finn ykkur svo bara á eftir? Nei. Ef þú nær töfrasprotanum, þá skal ég koma í jökulnorninni og hennar hyski burt á jöklinum. Já, ef það er nú hægt, þá hika ég ekki við að fara inn í jökulhellinn aftur. Verið bara bless, strákar mínir, á meðan. Jæja, þá er ég komið hér eina ferðina enn. Nú er eins gott að fara rólega, svo ég veki ekki jökulnornina. Hún fer snemmi í háttinn í kvöld og allir púkarnir líka. Við skulum sjá. Hérna fór kettlingin inn. Best að opna rólega. Svo, ekki heyrðist nú svona hátt í gær. Það er best að læðast hérna undir koddan hjá henni. Ég verð að læðast aftur, mér fannst ég finna fyrir einhverju þarna. Ég teygi hendina hérna undir. Töfrasprotinn! Hann er að stela töfrasprotinn! Ég hleyp með hann. Snæpúkar, skjótið á hann! Já, við skjótum. Já, ráðið honum! Þeir skjóta örgum á mig. Ég skýt. Reynið hann á honum! Við skjótum. Við ákvæðum að skjóta. Ákvæðum að skjóta. Það sést ekki neitt maður. Það má ekki taka töfrasprotinn! Ákvæðum ég að skjóta. Skjóta á eitthvað bara! Skjóta bara eitthvað! Þú verður að hitta hann! Já, ég skýt. Ekki skjóta mig samt. Já, svona já! Já, ég skýt aftur. Þetta var snjópúki. Það var nú verra. Komið þið! Nú ætla ég að hlaupa út úr hellinum. Hérna er töfrasprotinn. Ég hef með allt liðið á hælunum á mér. Nú verður þú að sýna listir þínar, herra Hulduprins. Já, hvað menn? Má ég breyta Kobba í óargadýr smá stund? Já, það er allt í lagi ef þú bara breytir hann svo aftur. Hérmið breyti ég þér hundur, þannig að þú verður að erni að öllu leyti, nema að höfuð þitt verður áfram eins og það er skapað. Hókus pókus, kariókus, vertu stór og grimmur og rektu jökulnornina og hennar hyski í burtu af jöklinum. Þarna eru þeir! Já, það skona á þeim! Já, þannig fór fyrir jökulnorninni og Snæpúkunum. Þegar þau sáu hundfuglinn urðu þau svo hrædd að þau tóku til fótanna. Hundfuglinn tók jökulnornina upp og flaug með hana niður af jöklinum, en Snæpúkarnir hlupu í halaróa á eftir. Hulduprinsinn og Snæálfakóngurinn bundust tryggðarböndum og ákváðu að vera alltaf reiðubúnir að hjálpa hvor öðrum ef hætta steðjað að. Síðan kvöddust vinirnir og héldu Hulduprinsinn og félagar hans heim til sín, en Snæálfarnir kvöddu Valla vin okkar og Kobba sem var nú orðin eðlilegur á ný. Þeir Kobbi og Valli vinur hans gengu nú niður af jöklinum og tók Valli auðvitað lagið. Í Snæfellsjökli við áttum heima, við aldrei munum honum gleyma. Þar vinir okkar áfram búa, en við höldum heim. Jökulnornin af jökli er farin og allur ljóti púkaskarinn á undan Kobba. Þeir allir hlupu og við á eftir þeim.
Snæfellsjökull indæll staður, ég yfirgef hann sæll og glaður. Kæru vinir, við komum hingað aftur næsta ár. Í Snæfellsjökli við áttum heima, við aldrei munum honum gleyma. Þar vinir okkar áfram búa, en við höldum heim. Jökulnornin af jökli farinn og allur ljóti búkaskarinn. Á undan Kobba þeir allir hlupu og við á eftir þeim. Já, við rákum fiskið allt af jöklinum í dag. Ofsalega var það snjallt, huldu prinsinn kunni sitt fag. Snæfellsjökull indæll staður, ég yfirgef hann sæll og glaður. Kæru vinir, við komum hingað aftur næsta ár. Já, við rákum fiskið allt af jöklinum í dag. Ofsalega var það snjallt, huldu prinsinn kunni sitt fag. Snæfellsjökull indæll staður, ég yfirgef hann sæll og glaður. Kæru vinir. Og hér endar svo þetta ævintýri og auðvitað voru allir jökulhressir og kátir. Börnin góð, ég þakka ykkur samfylgdina, verið alltaf jafn hress. Bless.